Ja, 3 nýjar sýningar í dúshúsum. Segðu mig fyrst frá þessari sýningu hérna í Listasafninu. Hvaða sýning er þetta? Já, við erum náttúrulega alltaf að opna nýjar sýningar hér í dúshúsum og tókum okkur til núna og opnuðum 3 nýjar sýningar daginn eftir bóndadag. Sú sýning sem við erum innan í núna er sýning á verkum Gunnlaugs Scheving og þetta hann er náttúrulega frægastur fyrir stóru flekana sína og við sjáum nokkra þannig hér. Þessi sýning kemur frá Listasafni Árnesinga og Listasafni Hornfirðinga en verkin eru öll í eigu Listasafns Íslands og hér er verið að segja sögu íslenskra, eða í rauninni verið að segja hluta af íslenskri listasögu. Með því til dæmis að Gunnlaugur Scheving er einn af þeim listamönnum sem á 4. áratug síðustu aldar hættu að láta sér duga landslagið en vildu taka þátt í umræðu verkalýðsbaráttu og annað í þeim dúr og það er það sem við fáum að sjá hér. Hér er fullt af fólki og atvinnutækjum. Hér er fullt af fólki og fullt af atvinnutækjum og það sem við erum að gera hér er að eins og fólk kannski veit að þá eru dúshúsin gömul fiskhús og það hafa orðið breytingar á atvinnuháttum hér í bæ en við erum enn að vinna í atvinnuþróuninni með því að þessum gömlu fiskhúsum var breytt í menningarhús og hér erum við náttúrulega að segja sögu þjóðarinnar og þessi sýning ásamt annarri sem ég kannski fæ að koma aðeins betur inn á eftir er sérstaklega hugsuð fyrir ungu kynslóðina til þess að segja þeim hvernig hlutirnir hafa gerst og hvernig hlutirnir verða til. En hinar 2 sýningarnar sem við erum með, það er annars vegar hönnunarsýning, hvað getur sagt um hana? Já, það er sýning sem kemur frá Hönnunarsafni Íslands og heitir Sjálfsagðir hlutir og þar er verið að taka mjög skemmtilegan máta þessa sjálfsögðu hluti sem eru í okkar daglega lífi, svo sem eins og klósett og bréfaklemma og annað þvílíkt og krökkunum og svo sem okkur fullorðna fólkinu líka sýnt fram á að þetta verður ekkert til af sjálfu sér. Það er heilmikil hugsun og hönnun á bakvið gerð allra góðra hluta. Já, svo er það svo síðasta og ég fel ekki svo síðasta, það er sýningin sem þú kallar 15-15. Já, það er í rauninni fyrsta verkefnið af að minnsta kosti 3 sem við á menningarsviðinu ætlum að vinna hér á þessu ári og þessi sýning eru verk eftir 15 íslenskar listakonur og eru tekin öll úr safneign Listasafnsins og við erum með þessu að halda uppi heiðri kvenna vegna þess að í ár 2015 eru 100 ár frá því að konur fengu kosningarétt og þetta er eins og ég segi fyrsta verkefnið af 3 sem Byggðasafnið og Listasafnið ætla að vinna í ár svona til þess að minnast þessara merku tímamóta og ekki aðeins í sögu kvenna heldur náttúrulega bara í sögu allrar þjóðarinnar.